Tak og slökkvibíllinn eftir Hjalta Bjarnason. Tak og slökkvibíllinn, Freyjukettir, Norræn menning og önnur útgáfa 2010 og svo ISBN. Hjalti samdi taksögurnar og teiknaði myndirnar á árinu 1975 til 79, þá 5 til 10 ára. Flestar taksagnar voru í stundin okkar, slökkvibíllinn 7. maí 1978. Á stjörnunni hans Taks mikið elda, en engir brunabílar. Svo húsin brenna oftast til ösku. Þegar einhver geimvera verður vör við eld, kallar hún á alla hina og allir reyna að handlanga vatn úr ánni í skjólum, en það gengur hægt. Það allt of lítið vatn í fötunum til að slökkva með. Mest allt brennur. Taki dettur þá í hug að búa til slökkvitæki og fer inn á efnarannsóknarstofuna sína. Ég læt rong, trí, hristi það saman, tía, sem vökvi, vít, ons, sink, ál og duft sem heitir ría. Ég kalla þennan slökkvivökva vaff og 2. Svo bý ég til sérstakan slökkvivökva fyrir þurran eld. Kalla hann té. Aðra tegund fyrir olíueld nefni hann A. Og svo K fyrir rafmagnseld. Sprengigeimveran ætlar líka að búa til slökkviduft og fyrir að blanda saman alls konar efnum. Sprengi að flýta sér svo mikið að hún ryður koll eldfimu efni sem heitir ong og það dettur ofan í slökkviduftið sem hún að búa til. Nú skal ég, segir Sprengi. Nú skal ég prófa nýja slökkviduftið mitt. Auðvitað sprakk allt. Geimverurnar hlupu í burtu sem snarast. Má ég nú, segir vonda og dælir slökkvifroðu úr svartri slöngu á eld og ætlar að slökkva. En hún athugar ekki að það gat á slöngunni og kvoðan fer öll út á skökkum staf. En Tak getur slökkt eld með slökkvitækinu sínu. Hurra! 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 Hann búinn að sameina allar tegundir slökkvivökva í eitt slökkvitæki. Til þess að geimverurnar ruglist ekki. En tækin draga ekki upp í stóru húsin. Það nú verra. Ég verð að búa til dælubrunabíl, segir Tak. Svona lítur brunabíllinn út. Hann með kraftmiklum dælum. Svo best að búa til bruna hana. Ein geimvera í slökkviliðinu heldur í slöngu og kallar. Skrúfið frá, allt á fullt. En þrýstingurinn svo mikill að hún ræður ekkert við slönguna. Aðrar geimverur koma og reyna hjálpinni, en ekkert gengur. Skrúfið fyrir, skrúfið fyrir. Loks setja þær lóð á. Hver geimvera 50 kíló, þar af vegur heilinn 30 kíló. Hér skýringamynd
séð inn í venjulega geimveru. Heili 30 kíló, heildarþyngd 50 kíló. Þetta brunabjalla. Þetta eru sjálfvirk slökkvutæki til að hengja í loft. Annað með vökva, hitt með dufti. Þessa reykílu bjó Tak til. Hún gefur frá sér fernskonar hljóð eftir því hvernig reykur er. Það best að allar geimverur eigi slökkvutæki, hugsar Tak. Og best að allir fái brunaslöngu og krana og læri að slökkva eld. Þetta sjálfvirkur dælubíll sem Tak gerði. Hann snýr sér sjálfur að eldinum. Hann við hita og eldbjarma skynjara. Það þarf að muna eftir að aftengja hann þegar geimverurnar að leika sér við varðeld og muna eftir að setja hann á aftur eftir varðeldaskemmtanir. Tak fer sjálfur og sprautar úr stóra stigabílnum sem hann bjó til. Allar geimverurnar geta keypt slökkvutæki hjá Taki og reykskynjara og svoleiðis sem þær geta notað sjálfar. Tak hefur sem sagt sameinað slökkvivökvana 3 í eitt tæki til þess að geimverurnar ruglist ekki á hvað á að nota á hvaða tegund elds. Mikið öryggi fólgið í þessu framtaki Taks. 30 taksögur. Barn semur handa börnum.